Háskólanema við kappakstra, en síðustu mánuði hefur Team Spark verið að vinna hörðum höndum á því að smíða rafmagnsknúinn kappaksbíl sem þau ætla síðan að keppa á í Formula Student sem haldinn verður í Barcelona næsta sumar. Team Spark hluti af áfanganum hönnun og smíði rafknúins kappaksbíls. Þar fá nemendur tækifæri til að spreyta sig á því að smíða kappaksbíl frá grunni, með því markmið að taka þátt í Formula Student sem alþjóðleg keppni þar sem háskólar frá öllum heimslutum keppast hver smíðar besta bílinn. Í ár verður það í fyrsta skipti í 6 ár þar sem Háskóli Íslands tekur þátt. Þið eru að fara að keppa á Spáni núna í sumar, fyrst í 6 ár. Getið þið aðeins lýst keppninu fyrir mér? Já, það eru sem sagt bara, nokkrar greinar. Fyrstu greinarnar, náttúrulega þetta er eina viku, svona keppnin. Fyrst nokkrar greinarnar eru það sem, verkfræðingarnir sem sjá keppnina spyrja okkur út í bílinn, út í hönnunina, út í skjöl sem við skiljum inn. Rýna bílinn. Já, í rauninni er bara gaggrýna og við erum að segja bara, við erum raukstega handa og þeir meta það handa okkur. Síðan eru aksersgreinar, það sem við testum bara hversu fljótur bílinn hversu mikla hruðu hann getur verið með og hvernig það hefðast í beygjum og þá að lokum er bara svona braut það sem allir bílarnir keppa. Hvar eru þið staddir núna í undirbúning? Við vorum að fá seinustu partana bara senda nýlega og sem við þurfum að gera er smá fiff með batteri þannig að fá rafmagnið í kerfið sem hann er sjálfur með eins og bara matur í maganum við þurfum aðeins að fikta í maganum þannig að hann getur knúið sig áfram þannig að núverandi plan er á næstu mánuðum að hafa snúandi mótor á eigin afli og síðan actual keyrandi bíl aðeins lengra en það styttist í keyrslu. Nú er kílómetragjaldið mikið í umræðinni. Já. Að smíða svona kappaksbíl, eru það að fara að borga kílómetragjald af honum? Ekki fucking krónu. Það verður náttúrulega ekki að gera shit núna þannig.